Þú þarft að vera með öskan. Þú þarf að vera lengst þangað, sko. Við röðum okkur með. Heyri ekki allir í mér. Annars er ég nú þekkt fyrir að vera frekar hávær, svo ég þarf ekkert svona dót. Mér langar bara að byrja að segja góðan daginn eða hvort ég segja góðan nóttina frekar. Ég heiti Henný Lind og mig langar fyrir hönd ljósbera Pieta að þakka ykkur kærlega fyrir að koma og vera hérna með okkur í kvöld. Svo við byrjum að fara aðeins yfir gönguleiðina sem að flestir hafa nú kannski kynnt sér. Að þá byrjum við að labba hér í gegnum þetta glæsilega hlið sem við mikið að láni. Gengi verður að Höfðakapellu að Ljósakrossinum, upp Miðhúsabrautina, niður Dalsbrautina, að Skógalundinum, því næst að Verkmenntaskólanum, við ætlum að labba hringtegin, Þórunnarstræti verður strollað og í átt að Menntaskólanum. Gengi verður síðan inn Lystigarðinn Menntaskóla megin. Merkingar eru á leiðinni ef það hefur ekki snjóað yfir þær, en við erum annars gul og mjög áberandi. Og svo hann Brynjólfur læknir á bíl og mun rúnta hringinn ef einhver treysti sér ekki í að labba. Og annars verður húsið opið fyrir þá sem að vilja sitja og eiga notalega stund hérna. En hópurinn sem stendur að baki þessari göngu í ár, samanstendur af þessum 5 manneskjum, höfum öll ástríðu fyrir þessu málefni og mig langar að kynna ykkur aðeins fyrir þeim. Hann Fjörnir glímdi við sjálfsvígshugsanir nánast daglega frá 11 ára aldri og fram á 22 ára. Hann var að bíða eftir að fá leyfi til að deyja. Hann hefur hins vegar náð miklum árangri síðustu ár eftir hann fann smá vonarneista. Hann sér nú hversu mikil mistök það hefði verið að taka sitt eigið líf. Hann er hér til að sýna þeim sem er í myrkrinu að það er ljós og það skín skært. Allir geta fengið aðstoð. Inga hefur barist við þunglyndi og sjálfsvígshugsanir frá 11 ára aldri. Sjálf hefur hún gert tilraun og væri ekki hér ef hún hefði ekki fengið viðeigandi hjálp. Hún er hér til að hvetja fólk til að leita sér aðstoðar því það er ekki veikleika að gera slíkt. Kolbrún er hér í kvöld til minningar nágranna sinn, skólafélaga, vinnufélaga og ættingja. Í þeirri vonum að samtökin stækki og dafni og muni þá geta veitt þeim aðstoð sem þurfa á að halda. Tinna gengur fyrir pabba sinn. Að missa einhvern sem maður elskar vegna sjálfsvígs er mikið áfall. Þetta er eitthvað sem maður sætti sig aldrei við en lærir að lifa með. Hún vill leggja sitt af mörkum til þess að efla forvarnir gegn sjálfsvígum. Og svo ég er hér í nótt því ég mist 2 virkilega kæra ástvini. Bróðir minn framdi sjálfsvíg 96, þá aðeins 17 ára gamall. 20 árum síðar, eða 2016, verður annað áfall þegar barnsfaðir minn svipti sig lífi. Ég vil geta hjálpa þeim sem ekki sjá tilgang með lífinu og vil minna alla á sem ganga í myrkrinu að það er hjálp þarna úti. Þeir eru elskaðir og enginn vill lifa án þeirra. Vegna minna reynslu þá skipta samtökin mig miklu máli. Í nótt ætlum við að ganga 5 kílómetra úr myrkrinu í ljósið, en þetta er í 3. sinn sem við göngum hér á Akureyri. Til að minnast þeirra sem hafa fallið fyrir eigin hendi og senda þeim von sem þjást vegna sjálfsskaða eða sjálfsvígshugsana. Þessi ganga er eitt stærsti fjáröflunar viðburður Pieta, en samtökin eru að reka úrræði fyrir fólk sem er í sjálfsvígshugleiðingum og fjölskyldur þeirra. Einnig eru þau fyrir þá sem hafa misst ástvin. Á fyrstu 4 mánuðum ársins hafa 420 einstaklingar leitað í húsið okkar í Reykjavík og 100 aðstandendur. Við erum að tala um 520 manns á fyrstu 4 mánuðum ársins. Þörfin er mikil. Þjónustan er þessu fólki að kostnaðarlausu, en eins og gefur að skilja, þá kostar þessi þjónusta samt sem áður samtökin. Til að geta haldið áfram að aðstoða og vonandi hjálpa fólki að finna von og tilgang, þá þurfum við dyggan stuðning. Hópurinn sem stendur að baki þessari göngu hér í kvöld á sér þann stóra draum að sjá sambærilegt húsnæði hér á Akureyri. Vitaskuld mun minna í sniðum en það sem er í Reykjavík. Til að það geti orðið þurfum við að koma upp smá sjóði hér. Finna húsnæði eða herbergi eða einhverja aðra aðstöðu til að taka á móti fólki. Við þurfum að fá sálfræðimenntaðan einstakling sem hefur ástríðu fyrir málefninu. Við þurfum að fá félagsráðgjafa sem vil reyna að hjálpa fólki sem virkilega þarf á stuðningi að halda og síðast en ekki síst þurfum að fá fjármagn svo hægt sé að fara af stað. Mín spurning til ykkar er því,
þekkið þið rétta fólki í þetta starf? Eru þið til í íhuga þetta fyrir okkur og benda okkur á fólk sem væri til í að taka þátt í þessu með okkur? Sýnum þeim sem eigum sárt að binda ást og umhyggju. Sýnum þeim sem ráfa í myrkrinu að það ljós við enda gangana. Við öll skiptum máli þó okkur finnist ekki sjálfum. Ástvinir og vinir þarfnast okkar og við þeirra. Mig langar að enda þetta á að fara með ljóð sem hann Mikael Tamar Eliasson leyfði okkur að nota, en hann á orðið mikið safn af fallegum ljóðum og lögum. Ljóðið hans heitir Berum ljós. Stjörnugarður friðarsveita, í hjarta mínu djúpt ég leita. Innri stjarna brátt mun skína og tendra ljós við síðu þína. Orkusteina af jörðu tíni, friðarbros í honum síni. Þýður minn andardráttur, undir spilið hjartans sláttur. Berum ljós á dimma staði, hjálpumst við á djúpu vaði. Megi nótt fyrir degi víkja og friður hjá veikum ávallt ríkja. Vonarstundin í hjarta fæðist, þykkur drungin burtu læðist, úr ösku þinni munt þú rísa og veikum bræðrum veginn lýsa. Berum ljós á dimma staði, hjálpumst við á djúpu vaði. Megi nótt fyrir degi víkja og friður hjá veikum ávallt ríkja. Takk fyrir. Skulu hæfa gönguna.